Tilefni til að huga betur að flugöryggismálum vegna fjölda alvarlegra flugslysa í sumar að mati rannsakanda á flugsviði rannsóknarnefndar samgönguslysa. Vettvangsrannsókn vegna banaslysins á Haukadalsflugvelli lauk á 5. tímanum í nótt. Íslenska lyfjafyrirtæki Actavis var einna stórtækast í sölu ópíóíðalyfja í Bandaríkjunum árin 2006 til 2012 að því fram kemur í greinaflokki Washington Post. Það framleiddi ópíóíðatöflur í milljarðavís. Bresk stjórnvöld gefa sér að útganga úr Evrópusambandinu verði án samnings. Leiðtogi Verkamannaflokksins henni andsnúinn en svarar því ekki hvort hann styðji útgöngu náist að semja. Framkvæmdastjóri Samorku segir að með tillögudrögum að miðhálendisþjóðgarði sé verið að banna vöxt og viðhald virkjana, nýtingu nýrra auðlinda og flutningsmannvirkja á 40% landsins. Dansandi partíljón, verðandi stórstjörnur og nautnaseggir voru á meðal gesta á Klambratúni í dag þar sem fjölskylduhátíðin Kátt á Klambra fór fram í 4. sinn. Gott kvöld. Rannsakandi á flugsviði rannsóknarnefndar samgönguslysa segir tilefni til að huga betur að öryggi í flugi vegna alvarlegra flugslysa sem orðið hafa í sumar. Frumrannsókn á banaslysinu á Haukadalsflugvelli hefst í vikunni. Vettvangsrannsókn vegna banaslysins á Haukadalsflugvelli lauk á 5. tímanum í nótt. Ragnar Guðmundsson, rannsakandi á flugsviði rannsóknarnefndar samgönguslysa, segir að nú taki við gagnaöflun og frumrannsókn. Flugvélin eins hreyfils heimasmíði en búið að flytja flakið til Reykjavíkur þar sem það verður skoðað betur. Rannsóknin gengur vel. Það náttúrulega skammur tími ennþá frá því að slysið átti sér stað en svona miðað við tímann þá gengur rannsóknin mjög vel. Á 5. daginn hlektist annarri eins hreyfils flugvél á í lendingu á þessum sama flugvelli. Ragnar segir þó að ekkert bendi til þess að aðstæður á Haukadalsflugvelli þarfnist úrbóta. Óháð þessu slysi sérstaklega segir Ragnar tilefni til þess að skoða öryggismál betur. Það náttúrulega ekki hægt að líta fram hjá því að við höfum verið með óvenju mikið alvarlegum flugatvikum og flugslysum núna í sumar og það kannski allt í lagi að við í sem erum í fluginu, störfum í fluginu, tökum kannski eitt skref tilbaka og hugum aðeins betur að öryggi. Kannski nota tækifæri og benda á að það eru haldnir reglur í flugöryggisfundir af Samgöngustofu og Flugmálafélaginu sem að rannsóknarnefndin hefur líka tekið þátt í. Flugmaðurinn sem lést í gær hét Sigurvin Bjarnason. Hann var 64 ára og lætur eftir sig eiginkonu, 3 uppkomin börn og 5 barnabörn. Hann hafði áratugareynslu af flugi. Gríðarlega mikilvægt var fyrir Actavis að ná sterkri stöðu á Bandaríkjamarkaði árið 2005, sagði þáverandi forstjóri þess. Næstu ára eftir seldi það milljarða tafla af ópíóíðalyfjum í Bandaríkjunum samkvæmt Washington Post. Washington Post byrjaði fyrir 10 dögum að birta greinaflokk kallaðan ópíóíðaskjölin sem unninn upp úr gagnabanka bandaríska lyfjaeftirlitsins sem blaðið fékk eftir úrskurð dómstóla og sýnir fjölda ópíóíðalyfja og dreifingu þeirra og framleiðendur þeirra í Bandaríkjunum frá 2006 til 2012. Actavis sem var fyrirhluta þessa tímabils að stærstum hluta í eigu Björgólfs Thors Björgólfssonar virðist samkvæmt Washington Post hafi verið stórtækt í sölu ópíóíðalyfja í Bandaríkjunum, meðal annars í gegnum bandaríska fyrirtækið Amít sem það keypti mitt ár 2005. Það hafði þá nýverið fengið leyfi til þess að framleiða samheitalyf Oxycontins. Með kaupunum á Amít erum við að tryggja okkur aðgang að stærsta lyfjamarkaði í heimi. Bandaríkjamarkaðir í dag með helming af heimsölu. Þannig að það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur hjá Actavis að ná sterkri stöðu á bandaríkjamarkaði. Mikill uppgangur var hjá Actavis á þessum tíma og hlaut viðskiptaverðlaun Viðskiptablaðsins í desember 2005. Washington Post segir að Actavis hafi verið eitt 3 stórtækustu samheitalyfjafyrirtækjanna í Bandaríkjunum í framleiðslu ópíóíðalyfjanna á meðan faraldurinn var sem mestur af völdum þeirra. Sala Actavis á samheitalyfi Oxycontins var 559 milljónir taflna árið 2006 og hafði aukist í 1,1 milljarð taflna árið 2012. Það seldi líka annað ópíóíðalyf, Hydrocodone, og var salan 2,2 milljarðar taflna 2006 og tæpir 3 milljarðar 2012.
Í Washington Post kemur fram að bandaríska lyfjaeftirlitið bað stjórnendur Actavis síðla árs 2012 að draga verulega úr framleiðslu. Stjórnendur Actavis sögðu hins vegar að þeir seldu lyf samkvæmt viðurkenndum aðferðum og gætu ekki borið ábyrgð á ólöglegu athæfi annarra. Einn stjórnenda Actavis á þessum tíma sagði að starfsmenn lyfjaeftirlitsins hefðu komið fram við starfsmenn Actavis eins og hverja aðra dópsala á fundum. Jeremy Corbyn, leiðtogi breska verkamannaflokksins, segir að flokkurinn gæti krafist kosninga í haust stefni í samningslausa útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu. Breska ríkisstjórnin hefur þegar hafið undirbúning að samningslausri útgöngu. Í vikunni fól Boris Johnson, nýr forsætisráðherra Breta Michael Gove, þingmanni Íhaldsflokksins, yfirumsjón með undirbúningi að samningslausri útgöngu Bretlands úr Evrópusambandinu. Gove tók af allan vafa að samningslaus útganga væri möguleiki í grein í Sunday Times í morgun. Þar segir hann að þótt stjórnvöld vonist til að semja við Evrópusambandið, þurfi nú að vinna út frá þeim forsendum að samningar náist ekki. Bretar gangi úr Evrópusambandinu þann 31. október með eða án samnings. Forsætisráðherra hefur hafnað ákvæði fyrri samning sem kveður á að landamæri Írlands og Norður Írlands verði áfram opin, sem myndi þýða að Bretar og Evrópusambandið yrðu áfram í tollabandalagi eftir Brexit. Evrópusambandið sem og stjórnvöld á Írlandi segja ákvæðið óhaganlegt. Jeremy Corbyn, leiðtogi verkamannaflokksins, sagði á Sky í morgun að Bretum væri betur borgið innan Evrópusambandsins frekar en að fara út án samnings. In the event of the no-deal Brexit, we'll campaign to remain. Hann gat þó ekki svara því hvort verkamannaflokkurinn myndi áfram styðja veru Bretlands í Evrópusambandinu ef Johnson næði að semja. Fólkið í landinu yrði að eiga lokaorðið og önnur þjóðaratkvæðagreiðsla Brexit væri æskileg. Þá sagðist Corbyn vera tilbúin í kosningar og svo geti farið að flokkur hans legði fram vantrauststillögu þegar þingið kemur til starfa í september. Forsætisráðherra hefur sagt að hann vilji ekki kosningar en ræða hans í Manchester í gær þótti bara keim af kosningabaráttu en Johnson ræddi þar meðal annars félagsleg málefni og menntamál og hraðlest milli Manchester og Leeds. Mikilvægur flugs fyrir hagvöxt og uppbyggingu hefur oft verið vanmetið en 10% aukning flugtenginga leiðir til 0,5% aukningar hagvaxtar. Þetta meðal þess sem kemur fram í drögum að samræmdri flugstefnu á Íslandi. Verkefnastjórn mótun flugstefnu fyrir Ísland skilaði samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra drögum að grænbók stefnu stjórnvalda í málefnum flugrekstrar og flugtengdra starfsemi síðasta föstudag. Í grænbókin annars vegar greining á stöðunni í málaflokknum og hins vegar tillögur að áherslum til framtíðar, en flugstefna hefur ekki verið mótuð áður með heildstæðum hætti. Í skýrsludrögunum kemur fram að mikilvægi flugs fyrir hagvöxt og uppbyggingu fyrirtækja sé oft vanmetið. Rannsóknir sýna að 10% aukning flugtenginga leiðir til 0,5% aukningar hagvaxtar og að aukning farþega á flugvöllum 1 milljón leiðir til tæplega 1000 nýrra starfa. Það hafa komið fram í skýrslu Oxford Economics flug á Íslandi að störf í flugtengdri starfsemi var að meðaltali 1,7 sinnum verðmætari en meðalstarfið á Íslandi. Víða þó pottur brotinn, bæði hvað varar almannaflug og áætlunarflug. Starfshópurinn hefur skilað tillögum í 16 liðum úrbætur í málaflokknum. Í skýrslunni kemur meðal annars fram að það sé áhyggjuefni hversu hár meðalaldur loftfara hér á landi. Samkvæmt loftfaraskrá meðalaldur einkaflugvéla 51 ár og meðalaldur allra loftfara 36 ár. Þá lýsir Slysavarnarfélagið Landsbjörg yfir áhyggjum af því að allir innviðir séu nær sama horfi og þegar Íslendingar og ferðamenn voru mun færri. Mikilvægt sé að bæta aðstöðu og almenna umgjörð fyrir almannaflug og neyðarflug. Þá eigi að leggja áherslu á uppbyggingu varaflugvalla fremur en að byggja upp fleiri alþjóðaflugvöll en í Keflavík. Innviðir varaflugvallana séu ekki nægjanlega góðir. Átök brutust út milli mótmælenda og lögreglu í Moskvu í gær vegna fyrirhugaðra borgarstjórnarkosninga. Stjórnvöld hafa komið í veg fyrir að tugir stjórnarandstæðinga geti boðið sig fram í kosningunum. Einn leiðtogi stjórnarandstöðunnar var fluttur á sjúkrahús í morgun en hann var handtekinn á miðvikudag fyrir að skipuleggja mótmælin. Upp úr sauð milli mótmælenda og lögreglu fyrir framan skrifstofur borgarstjórnar í Moskvu upp úr hádegi í gær. Lögregla þótti beita mótmælendur miklu harðræði og beitti bæði bareflum og táragasi. Stjórnvöld hafa lagt stein í götu stjórnarandstæðinga í aðdraganda borgarstjórnarkosninga í Moskvu sem verða í haust og meinað 57 frambjóðendum kjörgengi. Frambjóðendum var gert að safna 5.000 undirskriftum til að framboðið teldist gilt. Það gat reynst erfitt þar sem undirskrift heimilaði stjórnvöldum aukin aðgang að persónuupplýsingum viðkomandi kjósenda. Þótt mörgum frambjóðendum hafi tekist að safna undirskriftum hefur kjörnefnd ógilt fjölmarga undirskriftalista á þeim forsendum að undirskriftirnar séu óljósar.
Talið er að 1400 mótmælendur hafi verið handteknir á mótmælunum í gær. Dimitri Gudkov, leiðtogi breytingaflokksins og einn þeirra sem fær ekki að bjóða sig fram í haust, þakkaði í dag mótmælendum fyrir stuðningin og segir baráttunni ekki lokið. Поэтому все будет зависеть дальше от решения Центральной избирательной комиссии, потому что мы подали туда жалобу и надеемся на следующей неделе защитить все-таки свои подписи. Mótmælin voru skipulögð af Alex Navalny, fyrrum þingmanni og einum helsta gagnrýnanda Vladimírs Putin Rússlandsforseta. Fyrir vikið gerði lögregla rassi á skrifstofu hans og var Navalny hnepptur í 30 daga varðhald. Í morgun var svo greint frá því að hann hefði verið fluttur á sjúkrahús vegna ofnæmisviðbragða. Samstarfsfólk Navalnys segja hann aldrei hafa sýnt slík viðbrögð áður og óttast nú afdrif hans. Áætlað er að nýr kafli á þjóðveginum í Skriðdal á Austurlandi verði tilbúinn miðjan ágúst. Kaflinn liggur að vegarstæði fyrirhugaðs heilsársvegar yfir Öxi milli Egilsstaða og Djúpavogs. Samgönguráðherra áformar að leggja til á Alþingi í haust að nýframkvæmdum á Öxi verði flýtt í samvinnu við einkaaðila. Efst í Skriðdal á Fljótsdalshéraði er verið að ljúka við 6 kílómetra langan kafla af því sem þangað til fyrir tæplega 2 árum hét þjóðvegur 1. En heitir það ekki lengur eftir að ákveðið var að færa þjóðveg 1 að nafninu til, þannig að hann lægi suðurfirði Austfjarða. Nýji vegurinn í Skriðdal kemur í stað malarvegar. Það var að leggja ofan á gamlan að mestu leyti, rétt úr beygjum og fyllt í djúpar skompur. Vegagerðin hófst í fyrra haust, nú er verið að laga kantinn og svo eftir að ljúka við að leggja slitlag. Við reknum með því að klæða á hann eftir verslunarhelgi bara mjög fljótlega. Við ætlum að reyna að vera bara búnir að klæða á hann fyrir 15. ágúst. Hér aðeins ofar liggja vegamótin yfir á Öxi. Það er stysta leið milli Egilsstaða og Suðausturlands. Þetta er malarvegur sem nær upp í rúmlega 530 metra hæð. Svona liggur þjóðvegur 1 í dag, frá Egilsstöðum niður á Reyðarfjörð og svo hvert fjörðin á fætur öðrum til Djúpavogs. Ef fara á beint frá Egilsstöðum suður á Djúpavog sparast hins vegar 70 kílómetrar sé farið Öxi. Nýji vegarkaflinn í Skriðdal endar skammt frá Axarvegamótunum. Á sumrin fara Öxi nokkur hundruð bílar á dag, en vegurinn lokast á vetrum. Áform eru heilsársveg, en samkvæmt núgildandi samgönguáætlun verður ekki byrjað að setja fé í hann fyrr en á árunum 2024 til 2028. Nú vill samgönguráðherra flýta framkvæmdum með því að efna til samstarfs við einkaaðila. Axarvegur er ein af 5 leiðum sem ráðherra kynnti í samráðsgátt stjórnvalda í sumar. Opinber nefnd áætlaði á þessu ári að veggjald Öxi þyrfti að vera 1100 krónur ef farin yrði blönduð fjármögnunarleið ríkis og einkaaðila. Alls óvíst er hver niðurstaðan verður á Alþingi og þar með líka hvort eða hversu mikið framkvæmdum á Öxi yrði flýtt. En á ný sló í brýnu milli mótmælenda og lögreglu í Hong Kong í dag. Óeirðalögregla skaut táragasi og gúmmíkúlum að mótmælendum annan daginn í röð. Ekkert lát er á mótmælum í Hong Kong en þetta er 8. helgin í röð sem 100.000 mótmæla heimastjórn Carrie Lam á götum úti. Fólki krefst aukinna lýðræðisumbóta í Hong Kong sem er sjálfstjórna hérað í Kína. Mótmælin í dag fóru fram nálægt höfuðstöðvum kínverskra stjórnvalda í borginni. Lögregla hafði gefið út tilskipun þess efnis að mótmælendur mættu ekki ganga fylltu liði í gegnum borgina af öryggisástæðum en mótmælendur virtu hana að vettugi. Ólíkar skoðanir koma fram í þeim umsögnum sem þegar hafa verið gerðar tillögur að þjóðgarði á miðhálendinu. Framkvæmdastjóri Samorku segir að áður en þjóðgarður verður útfærður verði að liggja fyrir stefna nýtingu orkuauðlinda. Stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu er í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar en fyrir ríkisstjórn hafði látið gera skýrslu sama efni. Þjóðþekkt fólk og fulltrúar hagsmunasamtaka komu saman fyrir 3 árum og undirrituðu viljayfirlýsingu stofnun miðhálendisþjóðgarðs. Núverandi umhverfis- og auðlindaráðherra sagði þegar hann tók við að hálendisþjóðgarður væri eitt af forgangsverkefnunum. Nefndun stofnun þjóðgarðs á miðhálendinu sem skipuð var í apríl í fyrra hefur leitað samráðs í 3 gang á samráðsgátt stjórnvalda verkefnið. Nú er leitað umsagnum textadrög mörk þjóðgarðsins og fleira. Miðhálendir næri yfir 40% af flatarmáli landsins og mun vera eitt stærsta samfellda svæðið í Evrópu þar sem ekki er föst búseta. Nefndin leggur til að mörk þjóðgarðsins miðist við þjóðlendur og þegar friðlýst svæði eins og Vatnajökulsþjóðgarð. Innan þjóðgarðsmarkana eru hins vegar nokkur orkuvinnslusvæði Landsvirkjunar.
Borist hafa 8 umsagnir þennan þriðja hluta en umsagnarfrestur rennur út 13. ágúst. 46 umsagnir hafa borist á fyrri stigum. Landvernd í umsögn sinni mjög ánægð með áformin og tillögurnar en leggur meðal annars til að mörk þjóðgarðsins verði víkkuð út og að virkjanir og lón verði utan þjóðgarðsins. Landsvirkjun vill líka að öll virkjunarsvæði Landsvirkjunar verði utan þjóðgarðsins og bendir á að á hálendinu séu vatnsmiðlanir fyrir 9 aflstöðvar Landsvirkjunar sem annum 2/3 hlutum af orkuþörf landsmanna. Það sem við höfum verið að benda á í þessum drögum nefndarinnar að hér hugmyndin að banna í rauninni vöxt og viðhald núverandi virkjana á hálendinu, nýtingu nýrra orkulinda og flutningsmannvirkja á 40% landsins. Páll segir að Samorka sem eru samtök orku og veitufyrirtækja séu ekki á móti stofnun miðhálendisþjóðgarðs en þarna séu líka framtíðarnýtingarmöguleikar vatnsafls og jarðvarma og því þurfa að hafa samráð við orkustefnunefnd og klára þá vinnu fyrst. Það helst gert með góðri orkustefnu fyrir Ísland sem í gangi og við teljum að sé mikilvægt að fá niðurstöðu á. Áður en að þetta verður gert? Áður en þetta verður gert samkvæmt þessari útfærslu, já. Í Landmannalögum rekinn verslunarkjarni á hjólum. Rekslar, handklæði, kaffi og keks einn af vinsælustu vörurnar. Dæmi að ferðamenn fari ekki með neitt nesti á hálendið og verslunin því kærkomin. Versluninni og öllu sem henni fylgir ekið upp eftir leið og veður og færð leyfa og svo ekið burt aftur að hausti. Hej. Jeg taler íslensku? Ekki íslensku. Talar þú ensku? Ég tala ensku, já. Íslensku, já. En kaffi? Já. Sko, þetta byrja allt með því að það þurfti að grísa í vötnum hérna og það kom bara fjölskyldu minni, sem sagt pappa mínum og systkinum hans, bara Gíslasættinni, að grísa í vötnum því þau eru vön alls konar vatnaveiði í Gíslasti. Og svo byrjaði ég að selja fiskinn sem voru að veiða á vötnunum. Og svo komu fleiri spurnir eigið smjör, eigið mjólk, eigið þetta. Og það var svona, já, ok, við getum kannski byrjað að selja og svo bara fengum við söluleyfi og svo var ennþá fleiri eftirspurnir eftir alls konar vörur. Þannig einhvern veginn náðu sér í þessa rútu sem var á Vestfjörðum, dálítið illa haldin og löguðu hana og komu henni hingað og breyttu í verslun. Og núna erum við komin með 3 og búin að bæta við súpueldhúsi og stækka verslunina núna. En upphaflega byrjaði þetta í Landröður aftan í Skottu og svo fór ég í annan bíl og svo í þessa rútu. Hvert vöru úrvalið hjá ykkur og hvað vinsælasta varan? Það aðalega keksvörur og þurrkaðar ávextir sem auðvelt að taka með og hafa langan endingartíma. Fólk heldur að séu verslanir allan Laugaveginn, bara á hverju einustu skála og það eru þau bara ekkert nestu fyrir sem sagt gönguna. Þið takið við kreditkortum. Hvernig með rafmagn hérna? Við erum sólarsellur, 2 sólarsellur og samband í glugganum, bara þessum glugga eða þá úti hjá krananum. Og ástæðan fyrir því að þetta á bílum vegna þess að þið getið náttúrulega ekki verið hérna á veturna? Nei, og líka út í þetta friðland. Við viljum ekki skilja eftir okkur. Búðin bara ekið burt á haustin? Já, það bara pakkað niður og svo bara keyrt með þær inn í geymslu og beðið eftir næsta sumri. Innan við 400 tígrisdýr sem kennd eru við á Súmötru eru talin vera á lífi þar en nokkur slík eru í dýragörðum víða heim. Því grannt fylgst með þessum 3 kettlingum sem komu í heiminn í janúar í Taronga dýragarðinum í Sydney. Á Súmötru ógnar ruðningur skógarlands tilvist þeirra tígrisdýra sem þar eru eftir, auk þess sem enn eru stundaðar ólöglegar veiðar á þeim, þrátt fyrir ítrekkaðar tilraunir stjórnvalda í Indónesíu til að koma í veg fyrir slíkt athæfi. Sumatran tigers are critically endangered with less than 380 individuals left in the wild. And here at Taronga, with the birth of our 3 cubs, this equals to 1% of that population. So Taronga does play a vital role in creating an insurance population for these critically endangered animals. Og við byggðumst velveringar á þarna vantaði texta. Tæknin eitthvað að stríða okkur. En Klambratún breyttist í sannkallað ævintýraland í dag þegar fjölskylduhátíðin Kátt á Klambra var haldin þar í 4. sinn. Ungir sem aldnir skemmtu sér konunglega. Á dagskráni voru skemmtiatriði af ýmsu tagi, handstöðukennsla, sápukúlugerð og andlitsmáling svo fátt eitt sé nefnt. Hugrekkir kíktu svo í heimsókn í tattoo-tjaldi. Hvernig tattoo valdir þér?
Beinagrindar. Er það ekkert ókveikjandi? Nei. Megum við sjá tattúið? Og hvað ætlar að gera næst hérna á Klambratúni? Fá mér tattú aftur. Það var mjög skemmtilegt fyrir að það voru konur að syngja, það var svakalega mikið fjör. Hvað var þér? Ég veit það eiginlega ekki. Það er bara rosalega skemmtilegt hérna. Og hvað er hægt að gera hérna? Bara alls konar. Ég var að láta naglalakka mitt. Já. Og hvað ætlar að gera næst? Ég ætla kannski bara að kíkja inn í partítjaldið, hvað er alls konar partí. Partítjald? Hvað gerir maður í partítjaldinu? Bara dansa. Í partítjaldinu var dansað við raftónlist og rapp og verðandi stórstjörnur grípu í lausan hljóðnemann og létu ljós sitt skína. Í síðasta skiptir hættur höndina á mér og ekki sleppa. Sýndu mér aftur hvað að elska. Og eftir allt erfiði dagsins var gott að slaka vel á, líta aðeins inn á við og kíkja í nudd. Já, og þá að veðrinu á morgun verður austlæg átt, gola eða kaldi, líkur á skúrum sunnan lands og vestanlands og möguleiki á þrumuveðri síðdegis. Annars verður skýjað með köflum og yfirleitt þurrt, hiti víða á bilinu 18 til 25 stig. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar strax að loknum íþróttum. Og talandi þær, nú ætlar Edda Sif Pálsdóttir að segja okkur frá því helsta í íþróttafréttum í kvöld. EKG og GR mættust bæði í karla- og kvennaflokki í úrslitum Íslandsmóts golfklúbba í dag. Spilað var í úrvalsdeildum karla og kvenna í fótbolta, heimsmeistaramótinu í sundi í 50 metra laug í Suður Kóreu lauk í dag og einhver skrautlegasta Formúlu 1 keppni síðari tíma var keyrð í Þýskalandi. Og þá ætlum við að renna yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Tilefni til að huga betur að flugöryggismálum vegna fjölda alvarlegra flugslysa í sumar að mati rannsakanda á flugsviði rannsóknarnefndar samgönguslysa. Vettvangsrannsókn vegna banaslysins á Haukadalsflugvelli lauk á 5. tímanum í nótt. Íslenska lyfjafyrirtæki Actavis var einna stórtækast í sölu ópíóíðalyfja í Bandaríkjunum árin 2006 til 12 að því fram kemur í greinaflokki Washington Post. Það framleiddi ópíóíðatöflur í milljarðavís. Bresk stjórnvöld gefa sér að útganga úr Evrópusambandinu verði án samnings. Leiðtogi verkamannaflokksins er henni andsnúinn en svarar því ekki hvort hann styðji útgöngu náist að semja. Framkvæmdastjóri Samorku segir að með tillögudrögum að miðhálendis þjóðgarði sé verið að banna vöxt og viðhald virkjana, nýtingu nýrra auðlinda og flutningsmannvirkja á 40% landsins. Dansandi partíljón, verðandi stórstjörnur og nautnasækir voru á meðal gesta á Klambratúni í dag þar sem fjölskylduhátíðin Kátt á Klambra fór fram í 4. sinn. Við segjum þetta gott í bili, næstu fréttir í útvarpi klukkan 10 og alltaf ný tíðindi á ruv.is. Takk fyrir samfylgdina helgina og sæla sinni.